Já, velkomin í samtal á sunnudagsmorgni. Við höldum áfram að fjalla verkalýðsmál. Formið á þessum þáttum það sama og var hjá Ævari Hjartarsyni á Ríkisútvarpinu. Það sem hann var með þætti á sama tíma, klukkan 9 á sunnudagsmorgni. Það sem hann tók fyrir í sirpum ákveðin mál og fekk með sér fylgdarfólk til þess að fara í gegnum einstaka málaflokka og með mér til þess að fara skoða verkalýðsbaráttuna frá ýmsu sjónarhorni Sigurður Pétursson, sagnfræðingur. Vertu velkomin. Við höfum verið hérna þetta þriðji morguninn. Nú komið þriðja lóta. Já, við byrjuðum á Þorleifi Friðrikssyni sem að fræddi okkur upp að verkalýðsbaráttunar. Svo kom Ögmundur og talaði verkalýðsbaráttu á nýfrjálshyggjutímanum. Já. Og við förum svona náttúrulega í þetta eins og þú segir frá ýmsum hliðum og nú ætlum við aðeins að fara í aðra nýja átt, má segja. Já, við erum svona ramman utanum, lögfræðina í kringum verkalýðsmál og hingaði komin Gísli Tryggvason, lögmaður, sérfræðingur í vinnurétti. Þetta er velkomin. Takk. Já, sæll Gísli. Blessaður. Við vorum að spjalla hér aðeins og það kom fram að þú þekkir til þegar að vinnulöggjöfinni var breytt 1996 var það ekki, sem verður svona kannski svona svolítið mikla breytingar, en vinnulöggjöfin sjálf frá 1938, komum kannski frekar inn á hana aðeins síðar, en kannski byrjum bara á almennt 96, hvaða breytingar voru þetta sem að þá voru settar á? Nú náttúrulega misjætt eftir löndum hvernig vinnulöggjöf háttað kannski og þá réttindi vinnandi fólks til þess að mynda samtök og þá sérstaklega að gera verkföll. Og breytingarnar af vinnulöggjöfinni 96 voru að hluta til þess að takmarka þann rétt. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að megi segja að stærsta breytingin 1996 hafi verið það sem að ríkisstjórnin og hægrimenn allavega litu á sem lýðræðisvæðingu, en þá var fyrst og fremst flutt vald til þess að ákveða verkfall eða boða verkfall frá svona tiltölulega þröngum hópi forystu fólks, til dæmis trúnaðarmannaráðum og til allra félagsmenna. Það er að segja að allsér atkvæðagreiðslu þurfi til þess að boða almennt verkfall eða atkvæðagreiðslu meðal þeirra félagsmanna sem að eiga í hlut ef þetta á þrengra sviði eins og til dæmis Efling að gera núna. Þannig að þetta var lýðræðisvæðing, hvað sem manni finnst það, en það var verið að takmarka völd forystunar og færa þetta til grasrótarinnar, sem ég held að hafi nú verið allt í lagi og það hefði kannski verið ennþá betra ef að það hefði verið sett inn í lögin annars konar mótvægi sem að hefði komið launafólki og vinstrimönnum betur heldur en þetta sem að þessi hægri ríkisstjórn vildi gera og gerði. Eins og hvað? Eins og hvað hefði átt að gera í staðinn. Ég var nú ritari vinnuhóp sem að vann að þessu og var langt komið með laganám og var fenginn til þess að semja bæði skýrslu og lög þetta og greinargerð. Ég var persónulega þeirra skoðunar að ASÍ og önnur samtök launafólks hefðu átt að starfa meira með ríkisstjórninni og þessum vinnuhópi og krefjast þess að í staðinn fyrir þessar lýðræðisumbætur sem hægrimenn vildu, eða vinnuvitundur vildu, atvinnurekendur, að þá hafði launafólk átt að fá aukna réttarbætur til dæmis fyrir trúnaðarmenn, styrkja þennan útvörð verkalýðsbaráttunar á vinnustaðnum. Þannig að þeir eru að hluta til launaðir eða eitthvað slíkt. Já, bara einn launaður trúnaðarmaður í Íslandi held ég sem í álverinu í Straumsvík. Já, ég held að meginu segja að trúnaðarmenn eru nú kannski að vissu leyti launaðir þeir fá að vinna sín störf einhver leyti í vinnutíma, en það hefði verið að bæta réttarstöður heilmikið og ég taldi tækifæri til þess en ASÍ fór þá leið að draga sína fulltrúa út úr vinnuhópnum svona undir lokin til þess að mótmæla hvert þetta stemdi og fór í hart við þessa nýju hægri ríkisstjórn
og tapaði þá kannski tækifæri til þess að ná fram ákveðnum réttabótum, en þetta náttúrulega bara svona mín sögu skýring að það hefði verið hægt að ná einhverju fram í staðinn ef að þeir hefðu starfað meira með. Já. Má ég aðeins spyrja sambandi við lýðræðis umbætun sem þú nefnir. Þetta náttúrulega, annars verið það svona tilnæmt til að hafa einhvern veginn beint lýðræði, að verði félagsmenn verið að kjósa beint, en í því felst einhver svona vantraust á það fulltrúar í lýðræði sem hafði verið að ráður, þar sem að trúnaráðið og stjórninnar fóru með vald félagana, svipað og þingmenninni gera fyrir okkur eða sveitastjórnarmenn. Það ekki þannig að í meiri háttara ákvörðunum sem skotið til félagsmanna í sveitafélaginu eða til þjóðarinnar, og þegar það gert að þá taka henni kjörnu fulltrúar ekki mark á því. Hvert var vandamálið við fulltrúalýðræðið? Var það komið út í ógangur? Voru dæmum það að forusta í verkefnishreyfingu væri að reka félagið augljóslega gert gegn vilja mikils meirihluta félagana, eða var þetta bara svona hugmyndafræðileg tilraun til þess að draga úr valdi kjörinna fulltrúa inn í verkefnisfélagunum? Já, ég held að það sé ekkit auðvilt að benda á einhvern algildan sannleikum, einhvern vandamál sem var verið að leysa. Þetta voru fyrst og finnst bara atvinnurekendur sem voru að biðja þetta og hefðu fengið inn í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar, fyrsta ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins í langan tíma. Og félagsmálaráðherrann Páll Pétursson, sem var nú svona frekar til vinstri í Framsóknarflokknum, hann fekk þetta verkefni og fannst nú kannski ekkit gaman af, held ég sjálfur, með við orð hans við mig á sínum tíma, en hann þurfti að sinna þessu og hægri menn eru þetta kannski ekkit samkvæmur sjálfum sér eða stjórnmála elitan þegar hún biður eða fær þarna í gegn lýðræðisvæðingu á sínu tíma, en neitar síðan að setja sambærilega reglur kannski í nýja stjórnarskrá og auka þar persónukjör og beinar atkvæðagreiðslur eða þjóðatkvæðagreiðslur. Þannig að þetta ekkit algildur sannleikur að meira lýðræði sé betra og minna fulltrúa vald eða fulltrúa lýðræði sé betra. Mörguleiti fulltrúa lýðræði mjög gott og virkara. Þannig að en ef ASÍ satt til hliðar, hverju ráku málið áfram? Hvaðan kom þrýstingurinn að breyta því? Var það frá, þú segir að Páll hafi verið tregur, var það þá Davíð Oddsson og hver var framkvæmdastjóri vinnuveitenda á þessum tíma? Já, það var Þórarinsson. Ég held að ég sé ekki að ljóstur neinum leyndamálu þegar ég segi að þegar ég var nú bara laganemi, langt komin í laganámi, þegar Páll Pétursson hringdi í mig, hann og fjölskylda mín voru eða fjölskylduvinnir, þannig að hann hringdi mig og sagði ég er hérna í smá vandræðum, það er hérna verkefni sem er í stjórnarsáttmálanum og það verður víst að gera þetta, og svona bara þessu orðavali fannst mér eins og honum fyndist þetta ekkit sniðugt, en hann þurfti að gera þetta sem nýr félagsmálaráðherra eftir langa þingsetu og hann fekk mig laganema bara sennilega því að var kunnugur honum og framsóknarættum, ég veit ekki ekkur, en ég var allavega fenginn í þetta verkefni og var þá á einu ári svona hálfgerðu sérfræðingu með ungan aldur í vinnurétti og vann þetta undir stjórn Gylfa Kristinssonar sem lengi var skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu. Og já, þeir sem keyrðu þetta í gegn voru þetta þessi hægri ríkisstjórn þessara tveggja flokka og vinnuveitendasamband Íslands að mestu leyti. Þá var lítið vinnuveitendasamband líka sem hét vinnumálasamband samvinnufélagana, þannig að þeir áttu fulltrúa í þessu og líklega áttu Vaffes í 2 fulltrúa, BSB átti 1, þar var Ögmundur Jónasson sem var hérna daginn. Síðan var ASÍ með held ég 2 fulltrúa, frekar en 3. Kennarar og BHM sem ég vann seinna fyrir fengu enga fulltrúa, þeir voru alltaf svona einhvern veginn hliðarlínu og voru ekki taldir að fara upp á dekk svona stærri mál, en það var þessi vinnulöggju formlega ekki þessi samtök, en hérna þetta nú runnið aðeins meira saman, en sem sé þetta náði í gegn á lokum og voru heilmiklar umbætur og skýringar, en það var hægri slagsíð á þessu af því að það vinnuveitendasambandið að atvinnurekendur fengu mest ef ekki allt sitt í gegn, en ASÍ lítið sem ekkert, meðan að þeir dróðu sig út úr samstarfinu og boykottuðu þau í lokin.
Já, áður sko var reglan svo að það var kallaði saman félagsfundur sem að veitti trúnaðarráðinu umboð til þess að boða vinnustöðun. Og félagsfundir voru náttúrulega hér fyrr á tíð fjölmennir, en þróunin varð auðvitað svo að félagsfundir það voru færri og færri sem tóku kannski þessa ákvörðun í félagunum. En þetta er mjög athyglisvert vegna þess að nú er kvartað undan þessu lýðræði í nýjustu deilu Eflingar, þar sem að fólki er falinn þessi réttur að ákveða hvort það ætlar að fara í verkfall eða ekki. Og nú er deilt á þessa aðferð vegna þess að það er valinn út ákveðin hópur sem á þá að fara í verkfall og hann fær að greiða atkvæði, og nú er allt í einu finnst atvinnurekendum lýðræði þá ekki nógu gott eða hvað? Já, ég held að sé nú kannski ekki verið að deila á aðferðina. Atvinnurekendur eru að benda á þetta sé of þröngt snið, er það ekki, sem að valið er. Það er einn samkynnisaðili af mörgum valinn sem andlag verkfalls og þess vegna þröngur hópur félagsmanna sem að samkvæmt lögunum á að greiða atkvæði, þetta varðar þá. Svo getur kannski samkynnisjónamið komið inn í þetta, það verið skrítið ef að fara í verkfall gegn M-skip en ekki samskip og svo framvegis. En ég held nú að það eina sem atvinnurekendur hafa borið undir félagsdóm núna er að þeir telja að framsett miðlunartillaga ríkissáttasemjara sem enn er deilt fyrir dómi á 2 vígstöðum, hún skapi í raun friðarskyldu, þannig að ég er ekki viss að þeir hefur borið þetta atriði undir félagsdóm. Nei, ég hef heyrt þetta bara svona í viðtölum. En þetta er alveg málumlegt sjónarmið. Mér finnst það allavega, ef ekki skrítið, það er allavega frumlegt að fara í verkfall á svona þröngum sviðum, en í stríði sem verkfall og verkbönn eru, þá verður maður náttúrulega bara að nota þær aðferðir sem að ganga upp með við andstæðingin og með við landslægið og fordæmin og vopnin sem að tíðka, sko. Þannig að ég held að það sé nú ekki algilt að segja að þetta sé eitthvað rangt eða hæpið, en það má líka segja að þegar þessi lög voru sett 96, þá er nú netið valla komið. Maður er svona rétt farin að prófa að senda tölvupóst og hlaða einhverju mjög hægt niður á netinu, þannig að þá er þetta mjög mikil sko takmörkun á ákvarðanatöku verkfall. Það þarf að senda þá bréfpóst út til allra, allir þurfa að opna póstinn sinn og senda tilbaka eða koma á stað, kjörstað og svona. Þannig að bæði það mæta kjörstað og svona stórir hópar eða senda póst, það var þá töluvert mikil takmörkun. Já, þetta var íþyngjandi. En núna næstu 30 árum síðan þegar við kunnum öll að sko panta og borga og gera hitt og þetta á netinu, þá er þetta kannski ekki svo mikil takmörkun. Þannig að virkar kannski bara mjög vel. Já, það skrýtla gerist þegar það er minni kjörsókn eftir að því auðveldra sem er að kjósa. Já, og á þessum árum meiri, kannski sko, 96. Er félags virkni að fara niður. Ég giska á að svona sikkurum með aldamótin hafi verið einhver svona ströngverf í þeim, en vorum virkar í félagsmálum áður en að það var farið að sjónvarpa á 50 dögum og í júli og svona. Gerir það fyrir? Möguleikar opnuðust á alls konar veitum. Já. En það er annað sem var mikið í umræðu þarna kannski 25 ár áður en þessi breyting var. Og það var sem sagt skipulega vinnustöðum og skipulega verkalýðshreyfingarinnar. Það er að segja að vera með sérstök félög í hverri starfsgrein og á sama vinnustað voru kannski 10, jafnvel 20 verkalýðsfélög. Verkalýðshreyfingin ræddi þessi skipulagsmál í 2-3 áratugi og komu nú aldrei engin niðurstað í sjálfu sér. En hins vegar var svarið það að félögin afsöluðu sér eða veittu umboð til sambandana og svo til alþýðusambandsins í stórum samflotum, en verkfallsrétturinn og samningsrétturinn að hann er áfram hjá félögunum. Þarna var ákveðin tregða í verkalýðsfélögunum og mjög mikil íhaldssemi með þetta. Já, verkalýðshreyfingin hér er að mestuleiti ekki alveg, að mestuleiti byggð upp í faggreinafélög þvert á vinnustæði. Það er sérst allir kennarar eða allir bílstjórar í sama félagi en ekki eftir vinnustöðum, og þetta hefur þann ókost í för með sér frá sjónarhóli atvinnurekenda að ef að þeir reka til dæmis járnblendiverksmiðju eins og Grundartanga eða samgönguskip eins og til Eyja, að þá geta kannski 5 eða 10 stéttir farið til skiptis í verkfall og stöðvað alltaf
nokkrar þernur eða eitt skipstjóri og svo framvegis mikilvægan iðnað og þetta má vísu leysa með því að atvinnurekendur boðið til verkbanns á móti þannig að það lokist öll starfsemin en ekki bara hluta og þurfa að greiða launa með hann en þetta má líka leysa með því að það verði vinnustæðafélög og það var mikilvæg tilraun á 10. áratugnum í gangi í járnblendinu undir stjórn Jón Sigurðssonar sem vildi nýlátin ég held að hann hafi verið forstjóri þá og það var að ná saman nokkrum stéttarfélögum innan ASÍ sennilega, málmiðnaðamann á einhverja sem ég þekki ekki alveg hvað hétu þá eða hvað heita nú en þá var sem sagt gerður einn vinnustæðasamningur og friðarskyldan bundin í vöndul þannig að hún ranns út og inn sko saman þannig að það var ekki svona ekki röð verkfalla heldur heildarsátt á vinnustöðunum og þetta þótti mörgum sniðugt, ég held líka ASÍ en fyrst og fremst VFSÍ og þetta þótti okkur held ég Gylfa Kristinsinni, formanni vinnuhópsins og mér sem ritara það sniðugt að við lögðum tölvert á okkur við að grafa upp hugmyndir Vilmundar Gylfasonar heitins sem ungur stjórnmálamaður eða blaðamaður, ég man ekki hvort hann var þegar hann kom með þessar hugmyndir að hann vildi gjörbreyta skipulagi vinnu verkalýðshreyfingarinnar þannig að það yrði vinnustaða einingin sem grunneiningin ekki þverfaglegt stéttarfélag matsveina eða eitthvað svoleiðis á öllum vinnustöðum og þetta var ég held að meinu segja því að Gunnar Smári spurði áðan hver var svona prímusmótor breytingana í hinum tilvíkunum var það vinnuveitendasambandið sem vildi þessa lýðræðisvæðingu en í þessu tilvíki var það nú sennilega ekki atvinnurekendur sem að heimtuðu þetta þeir vissu hvað þetta var róttækt og mikil, ef ekki árás þá allavega róttæk breyting á skipulagi verkalýðshreyfingarinnar þannig að þeir settu þetta nú ekki oddinn, það var eiginlega kannski bara ég og Gylfi og með einhverjum stuðningi í sögunni og góðum fordæmum. Þetta var síðan, ég held að það sé heldur ekki neitt leyndarmál, þetta var síðan fellt út úr frumvarpinu á lokastundu að kröfu þingflokks Framsóknarflokksins sem áttaði sig á því að þetta væri nú fulldjarft jafnvel í hægri stjórn að því að ASÍ yrði alveg brjálað yfir þessu ef að þetta ætti að vera sko skylda þetta er bara taka fram fyrir hendurnar á þeim var það þannig í lögunum að þetta verið skylda ekki þetta var, ég man ekki alveg þetta var allavega möguleiki og þetta hefði svolítið rústað sko skipulagi verkalýðshreyfingar ég veit ekki hvort þetta var bannað en þetta hefði verið gjörbreyting og ég var nú kannski bara ungur og róttækur og óreyndur laganemi því að ég lagði svona mikla áherslu á þetta en ég sé í ljósi reynsluna núna að þetta var róttækt og Framsóknarmenn höfðu vit á því að þingflokkurinn hvað sem að sjálfstæðismönnum fannst þetta, þeir voru held ég búin að samþykkja þetta í ríkisstjórn. Þingflokkurinn felldi þetta þurfti að taka út úr frumvarpinu og það fór þá þannig svo breytt inn í þingið en var alveg nógu umdeilt samt sem áður. ASÍ var hart gegn því og BSIB líka og það var þá fengið líka eða beðum tíma til þess að það var ráða þessu sjálf og auðvitað má segja verkalýðshreyfingin hún brást við þessu sem leiti. Það voru félög eins og prentarar sem saminaðist svo í félag sem heitir Grafía, er það ekki? Núna, það sem eru allir sem eru í prent og uppsetningu og slíku, að þeir tóku inn alla. Þeir voru sem sagt fagfélag, lærðra, en tóku inn í félagið alla aðstoðarmenn, ófaglærða og alla, þannig að þeir náðu yfir. Já, en þá er þetta fyrst og fremst faggreina félag en þeir eru bara ekki mjög stífir á fagkröfunni. Nei, tóku alla inn sem að unnu á vinnustöðunum. Alla sem vinni í prentsmiðjum. Já, en það er þá greinin, en það er ekki vinnustæðurinn. Já, og þetta er svolítið svipað eins og ég þekki til aðeins í Danmörku. Þar eru bæði sveinar og ófaglærðir saman í innfélagunum. Og þannig... Já, það skipulag kannski er svona hluta til í áttina þessu, en það voru ekkert mörg félag á Íslandi sem gerðu þetta. Hitt sem gerðist hjá Íslensku verkalýðshreyfingunni, að það var auðvitað sem gerðist í kringum aldamótin 2000 að félögin sameinuðust. Eins og Efling er náttúrulega sameining félaga, 7 eða 9 félaga. Já, en það er fyrst og fremst sko hagræðing eða stækkun eða sameining, en það er ekki breyting á þessu að þetta er félagaskipan beint þvert á vinnustæðina. Ég get nefnt kannski frekar úr ranni opinberra starfsmanna dæmi svona félög sem allavega voru til þegar ég var framkvæmdastjóri í BHM. Það er til dæmis félag fréttamanna. Það er ekki
eða var ekki þá, nú það nýbúið að samanast held í Blaðamannafélaginu, en það var vinnustæðafélag bara félag starfsmanna sjónvarpsins sem Ögmundur var í. Já, það var reyndar meira starfsmannafélag svona fleira, en félag fréttamanna var alvöru stéttarfélag með verkfallsrétt og beitti honum sem aldamótin með aðstoðminni, en það var bara félag starfsmanna tveggja fréttastofa sem seinna var það er að segja RÚV, Sjónvarps útvarps. Síðan var það félag háskólakennara, það ennþá til, félag kennara við Háskóla Íslands. Svo var starfsmannafélag ríkisstofnana, það var svona allir hinni vinnustæðin sem ekki voru í öðrum félögum. Þannig að það eru nokkur svona félög, meðan aftur ljósmæðrafélagið og hjúkrunarfélagið, annars vegar lítið og stort, voru þvert á alla marka. En það var ekki félag heilbrigðisstarfsmanna á Landspítalanum og félag heilbrigðisstarfsmanna á Borgarspítalanum. Nei, sem var það róttækarskipulag sem við vorum að kannski ákveðin nævitet að leggja til gjörbreytingu á. Með löggjöf sem að auðvitað stóðst ekki, en þess að auðvitað á löggjafin ekki að hlutast til það með boðvaldi ríksins hvernig menn skipa sér í félög. Þó að löggjafanum hafi fundist þetta að vera öðruvísi, ætti að vera öðruvísi, eða ríkisstjórninni eða okkur Gylfa, þá er það auðvitað í félagafrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar felst að menn mega ákveða sjálfur hvernig þeir skipa sér í félög. Þú erum ekki að hlýta boðvaldi lögfræði nema. Já, það má benda á að bara árið áður, en þessi róttaka til að kom fram og var fellt út á síðstundu, þá var sett inn eða breytt ákvæði í stjórnarskráni sem að jók við stjórnarskrárvernd félaga og nefndi sérstaklega stéttarfélög. Þar var Ragnar Aðalsteinsson kannski mest í frumkvöðlin að nefna sérstaklega stéttarfélög og stjórnmálafélög, þar séu stjórnmálaflokka, sem einu félögin sem nytu eða sérstakrar verndar stjórnarskrárinnar og þess vegna var þetta kannski ennþá hæpnara svona ári eftir stjórnarskrárbreytingu að koma með þessa róttæku árás á skipulag verkalýðshreyfingarinnar. Má ég, að því að hér sagnfræðingur og lögmaður, að við erum að tala lögum stéttarfélög og vinnudeilur, breytingarna sem voru gerða 96. Má ég þá spyrja af hverju þurfum við sérstaklega lagaumgjörð í kringum þetta og hvernig var ástandið áður en að slík lög voru sett? Já. Þetta er já, þetta er svolítið sagnfræði, lögfræði. Þetta er eiginlega réttar heimspeki líka. Og já, Gísli svarar nú kannski fyrir það, hver er svona hérna almenna þörf á því, en jú, sko þegar verkalýðsfélögin verða til að þá er engin vinnulöggjöf og þau svona móta sína baráttu aðferðir sem tók ákveðin tíma. Ef að verkalýðsfélög fóru í verkfall þá reyndu atvinnurekendur mjög ofta að ráða bara einhver aðra í staðinn og þess vegna stundum var notuð börn verkfallsmanna voru ráðin inn til þess að brjóta bak aftur verkfall eða fólk var dregið að úr sveitunum í kaupstaðina til þess að sinna þeim störfum sem voru lögð niður. Þetta var svona á fyrstu frum árunum, síðan verða þetta verkalýðsfélögin sterkari og móta þessar baráttu aðferðir sínar og á 4. áratugnum að þá eru þetta ansi mikil verkalýðsbarátta í gangi og verkalýðsfélög víða land er orðin okkur sterk. Og enn ekki komin ein lög? Nei, engin lög. En þá eru komnar svona ákveðnar hefðir til dæmis afskipti lögreglunar því að víða lönd að þá notaði þetta ráðandi stétt, notaði lögreglu eða þjóðvarðlið, eitthvað slíkt til þess að brjóta bak aftur verkföll, til þess að hleypa verkfallsbrjótum inn á vinnustaði undir vernd og þetta kostaði þetta átök en að þessu leyti voru kannski stjórnvöld í Bandaríkjunum grimmust að nota her og lögreglu. Og var þá litið svo á að verkfallið væri að bara brjóta eignarétt þeirra sem ættu fyrirtækin með því að meina fólki til þess að mæta til vinnu þá eitthvað fólk úr sveitunum? Já, jú, það er allt í lagi að fólk myndi félög, það er allt í lagi að það neyti að vinna fyrir ákveðin laun en það sé ekki hægt að banna öðrum að vinna fyrir þessi laun sem eru boðin. Og þetta er auðvitað svona að hluta til endur ómur af þessu þegar að vissir svona frjálshyggju postular tala að verkalýðsfélögin séu einokunarfélög og þetta eru þá einokunarfélögin sem þeir eru á móti greinlega en
á 4. áratugnum sérstaklega þá verður verkalýðsbaráttan svolítið harðvítug, það er verið að verja kaupmátt í kreppunni og þá eru líka oft á tíðum háð verkföll sem eru reynd og beint pólitísk og síðan kemur eins og ég skil ekki eins og hvað já, eins og til dæmis að það geta verið 2 verkalýðsfélag á sama stað það var ekki bundið í lög að það ætti bara að vera 1 verkalýðsfélag og þá gátu komið upp 2 félög þar sem annað var undir stjórn kommunista og hitt var undir stjórn jafnaðarmanna og síðan var vinnudeila þar sem annað félag í sandin ekki hitt og þá var auðvitað erfitt og síðan voru kannski sett á bann á annar staðar í öðrum kaupstað á ákveði fyrirtæki og þetta gat oft orðið svolítið mikla deilur eins og frægar deilur sem Eimskipafélagið lendi í á móti Alþýðusambandi Norðurlands sem var undir stjórn kommunista en yfirleitt var það nú þannig að fyrirtækin gáist upp vegna þess að samstaðan í verkalýðshreyfingunni var orðin það mikil á þeim tíma og þá bara fyrst og fremst til þess að hafa frið við samfélagið þar sem við voru ekki út af því að bara í skilda til Nei, það var bara hreinlega bara efnahagsleg rök að vera ekki í stríði á Akureyri, Siglufirði eða Reykjavík eða hvar sem og svona sko samúðarverkföll voru mjög algeng og vegna þess að það var heldur engin lög það þannig að verkalýðsfélag sem að lendi í deilu til dæmis eins og veikt félag verkamanna og smábænda á Borðeyri í Hrútafirði lendi í deilu og þar kom skip frá Eimskipafélaginu og það voru notaði verkfallsbrjótar til að afgreiða skipið að þá var sett bann á Eimskipafélagið út allt land, allavega allt Norðurland og Eimskipafélagið sá sér bara þann kost að semja vegna þess að þetta kom svo mikið niður á þeim þannig náttúrulega má segja að það var svolítið svona verkalýðshreyfingin var orðin ansi sterk á þessum tíma en svo bætist við auðvitað samkeppni kommunista og jafnaðarmanna verkalýðshreyfinguna og síðan gerist það 37-38 að sjálfstæðismenn koma af fullum krafti inn í verkalýðshreyfinguna sjálfstæðismenn stofna málfundafélög verkamanna hér og þar og fara að beita sér inn í verkalýðsfélögum sem það voru undir stjórn alþýðuflokksmanna og það verður til ákveðið svona ólíkinda bandalag á milli kommunista og sjálfstæðismanna að brjóta bak aftur forræði alþýðuflokksins yfir verkalýðshreyfingunni og þegar að þetta stefnir svolítið í óefni og að þá eiginlega sjá alþýðuflokksmenn svona eiginlega sína sæng svolítið uppbreyta og semja við Framsóknarflokkinn þar sem þeir voru saman í ríkisstjórnina vinnandi stétta sem byrjaði 34 hafði nú flosnað upp úr þeirri stjórn þarna 38 en þeir saminuðust það að setja á vinnulöggjöfina þar sem að réttur sem sagt verkalýðsfélaga var festur að það væri bara 1 verkalýðsfélag í hverri starfsgrein í hverju sveitafélagi og auðvitað var þá verkfallsrétturinn takmarkaður eftir ákveðnum reglum og staðfestur auðvitað en kommunistar töldu þetta vera þrælalög og þarna væri að takmarka rétt verkalýðsfélagana frá því sem var en ASI og alþýðuflokksmenn sem stjórnuðu þá ASI ennþá að þeir töldu að þetta væri framfæra skref til þess að festa reglur á vinnumarkaði og síðan var sem sagt Alþýðusamband Íslands slitið frá alþýðuflokknum strax í kjölfæri 40 það var 1940 sem það var gert 2 árum eftir þetta og eftir það höfum við þetta skipulag sem við höfum haft síðan það er sjálfstæð verkalýðshreyfing og svo aftur slitin frá stjórnmálaflokkunum. Þannig er það miðjuflokkarnir, svo má segja, Framsón og Kratar sem koma þessu á í andstöðu við hægri og vinstri öfgarnar. Það má segja það, já. Það voru þeir aðilar sem mótmæltu þessu, það voru atvinnurekendur annars vegar og svo hins vegar þeir róttakastu í verkalýðshreyfingunni sem vildu hafa meira frelsi til þess að berjast fyrir sínu án þessarar skorðna sem að voru settar. En lögmaðurinn, af hverju þurfum við sérstakann lagabálk í kringum þetta? Já, það er nú... Þetta gekk ágætlega hjá Sigurði alveg
var komið í ágæti stand verkalýðsbaráttan þarna fyrir Já, en 1978. stuttasvarið að það þarf enga löggjöf, sko, en það þarf einhverja réttarreglur eða réttarheimild og þarna finnst mér alltaf gaman sem svona gömlum vísuróttakum miðjumanni að sjá að það voru þessi miðjuflokkar, skynsumu miðjuflokkar á þeim tíma að mínum að sem að komi þessu á friði sem að varði síðan í bara 60 ár þá til þessi hægri stjórn og við Gylfi fórum að krukka í þetta eins, en þetta lifði mjög lengi, þannig að þetta var skipla sem var ágætt og það margt í sér löggjöf sem að lifir mjög vel, en að því að fyrirmyndin nú eins og oft í lögfræði frá Danmörku, að þá þar engin löggjöf eins og þessi, þá einhverju bútarúrinni, en grundvöllurinn sem að samþykir tilvist verkalýðsfélaga og fyrst og fremst samningsrétt verkalýðsfélaga og verkfallsrétt verkalýðsfélaga byggt á samkomulagi atvinnurekenda og ASÍ þeirra sem að nú heitir eitthvað annað en LO Landsorg, ég man ekki hvað það heitir núna, þetta var saman fyrir nokkrum árum sem sagt ASÍ og VAFSÍ eða SA Dana samþyktu í það sem kallað var hóið átæli eða allsera samkomulag, heildarsamkomulag 1899 að atvinnurekendur viðurkenndu samningsrétt stéttarfélaga og verkfallsrétt og virtuð á viðlið sem þau kannski ekki gert áratugum saman og á móti viðurkenndu stéttarfélagina þau mætti ekki bara fara í verkfall út af hinn og þessu en það ennþá þannig í lögum hjá okkur eins og Dönum að það má ekki fara í verkfall út af deilu túlkun og kjarasamningi heldur á að skjóta því til vinnudómstólsins sem hér heitir félagsdómur og það má kom hann þá með lögunum frá 38 félagsdómur? Já, hann kom með lögunum 38, ég held að hann hef ekki verið til áður það. Nei, ég held að hann hafa komið inn þá. Já, en í Danmörku var til eitthvað sem hét volgifsrétt eða sem sagt gerðardómur, þannig að það svipað fyrirkomulag að það má fara í verkfall út af einhverju sem að á að vera öðruvísi. Já, skiptingu gæðana, herri laun en ekki leikreglunar. Nei, ekki leikreglunar, alls ekki leikreglunar, en heldur ekki túlkun. Til dæmis ef það túlkunaratriði hvað var samið hvernig á að túlka þetta vaktavinnu ákvæði, þá að skjóta því dómstólsins en halda friðin á vinnustaðnum. Svo fara menn stundum í ólöglega punktverkvöld eða skæruverkvöld eða setuverkvöld sem að stundum eru nefnt svo, en þau eru sérst ólögleg, en hérna sérst til dæmis heimilega að fara í samúðaverkvöld sem Sigurður nefndi, sérst bannað að fara í samúðaverkvöld vegna ólögmætra vinnustöðunar og þá þetta einmitt í lagakenslu nota sem dæmi gagnályktun, það má þá fara í verkfall út af löglegri vinnustöðun eins og þeirra á borðeyri, þannig að stórir aðeila geta stutt litlu aðeilana. Þannig að olju, við tökum dæmi úr deginum, að það gætu í flutningabílstjórar í öðrum verkalýðsfélögum stutt oljuflutningamennina á Skeljungi í oljudreifingu og farið í verkfall og stoppað oljudreifingu um alland. Við tökum bara eitthvað svona dæmi. Já, ég hugsa það. Og svo geta náttúrulega verkbönn komið þó þau séu sjaldan notuð. En svarið að það þarf ekki endilega lög frá alþingi eða ríkisvaldinu, en það þarf einhverja leikreglur. Í Danmörku eru leikreglurnar í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins. Hérna vantaði upp á þann lýðræðisþroska og þá tók þessi stjórn vinnandi stétta að sér að koma á leikreglunum sem lifðu þó þetta lengi og að miklu leyti óbreyttar. Þannig að íslensku lögin eru kannski einhver leyti sérstök? Ég þekki nú ekki nógu vel vinnulöggjöf í öðrum Evrópuríkjum en danska mótið allavega oft talað sem eitthvað svona alveg úníkt og sérstakt, svona trepart samkomulag eða þríhliða samkomulag aðalega vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar og að danska mótili þýði að menni að tala saman, þessin allmis mjög umdeilt bara þessa dagana þegar ríkisstjórnin tekur það upp, þessi nýja ríkisstjórn Krata og tveggja eða framsóknarflokka, hægri framsóknarflokka að afnema kóngsbænadag. Þetta er bara íhaldsflokkar. Já, íhaldsflokkar, Þú vilt gera alla framsóknar. Já, allir rótið mér. Þeir vilja afnema það sem ég held að sé kallað kóngsbænadagur og þá segja verkalýðssinnar og vinstri sinnar og ég vil hægri sinnar að þetta sé nú árás á danska mótili, þetta sé eitthvað sem aðila vinnumarkaðan segja ákveða að því þetta sé í rauninni kjör. Já, það er uppstilningandagurinn.
Er það ekki? Nei, þetta bara annar dagur. Þetta held ég ekki, nei, það Kristi himmelfartsdag. Já, það er rétt. Það er uppstigningardagur, held ég líka frídagur hjá Dönum, en þessi dagur ekki til hjá okkur, held ég, sem frídagur. Nei. Nú ætla ég að byrja ykkur að kveða upp dómsugunar, en það þannig að þessi vinnulöggjöf sem var sett 38 og þangað til breytinguna verði 96, að hún þykir vel lukkuð og það bara þokkalúð friður hana og það hefur innan hennar hafa verið háð verkefnisbarátta sem hefur þótt skila góðum árangri. Ég held að sé góð frá sjónarhóli bæði verkefnisreifingarinnar og atvinnurekenda og ríkisstjórnarinnar, þess að hún heldur í meginlínunum frið, menn ekki bara í einhverju stríði einhvern veginn, það einhverja stríðsreglur. Það má laga ýmislegt í henni, eins og ég nefndi dæmum, það mætti bæta stöðu trúnaðamanna eins og ég var hlindur fyrir 25-30 árum, en ég held hún sé að mörguleiti bara góð. Það ekki, já, hún hefur enst mjög vel og það ekki í umræðinni, var ekki í marga áratíð, var ekki kvartað yfir vinnulöggjöfinni sjálf og sér. Það voru túlkunaratriði sem að fóru stundu fyrir dóma. Já, og þetta hnjóðsyrði sem að kommunistar höfðu löggjöfina þegar Kratar og Framsóknarmenn sett hana, þetta væri þrælalög, að því að hún takmarkaði ítrasta verkfallsréttin, það var ekki alveg rétt með þetta, en þessum leið staðfest hún stöðu verkfallsreifingarinnar og samlífsrétt og verkfallsrétt. Já. Þannig ég held að íhaldsmenn hafi alveg geta verið ósátti við þetta, þó þeir hafi ekki fundið þessi gagnrýni þagnaði nánast leið, sko. Já, það gerði það. En gagnrýni kemur svona nýfrjálshyggju árum. Já, svo kemur þar að verkfallsreifingi sé orðin of sterk. Já, og þá kemur svona krafa að breyta og það ennþá, það eru þingmál í gangi í þinginu núna frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins takmörkun á félagaaðild eða það sem þeir kalla líka lýðræðis og félags vera að venda félagsréttin að geta valið í hvað verkefnisfélagið er. Í raun og veru eru þeir að opna á það að verði til fleiri félög í sömu starfsgreinum heldur en eitt. Já, en sko það sem að ASÍ og vinstri stjórnarandstaðan hafði til síns máls 1995-96 þegar þetta var að verða og varð svo, það var að þetta væri svona oflangt gengi í thatcherisma og einhverjum nýsjálenskum nýfrjálshyggju, það sem að var eiginlega bara tekin af kjarasamningsgildi var eiginlega bara afnumið eða minkað mjög, þannig að menn náttúrulega bentu á það með ekki ganga svo langt, en það var heldur ekkert verið að ganga svo langt og þessi hægri ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins var óheppin að því leiti að ári áður eins og ég nefndi var stjórnarskráni breytt og þar var sett inn í ekki bara sérstætt ákvæði félagafrelsi og sérstaklega nefnd stjórnmálaflokkar og stéttarfélög, heldur var í aðra málsgrein 7050 greinar sem fram að því hafi bara verið atvinnufrelsi, hægri manna svona ákvæði venda frelsið, heldur var líka sett í aðra málsgrein í lögum skal kveða á rétt manna til að semja starfskjör sín og önnur rétti til tengd vinnu og þetta held ég sé komið beint frá vinstri manninum Ragnari Aðalsteinssyni sem var þá eins og nú þekktur lögmaður og barðist hatramlega fyrir þessum réttarumbótum og ég man í mínu störfum hjá BHM og oft síðan hef ég vitnað í þetta ákvæði og sagt, heyrðu, menn eiga rétt á að gera kjarasamninga og kollektíft semst. Það er ekki bara þessi frjálshyggju sýn að hver og einn eigi að semja við sinn atvinnurekanda að því að það er augljóst að verkamaðurinn er ekki jafnfætis forstjóranum eða þessuna ríkisforstjóranum. Það hefur nú verið svona grundvallaratrið að þetta efnahagslega vald og persónulega vald sem að atvinnurekandinn hefur yfir fólki sem hann ræður að það er ekki neitt mótvægi til nema samtök og þess vegna þessi viðurkenning og þess vegna hefa kannski þessi lög eins svona vel en það annað kannski sem vildu koma inn á aftur og það í sambandi við valdbeitingu, það oft litið þannig á að verkfall sé valdbeiting og þetta felst í því ákveðin sannindi að það sé verið að nýta sér þarna ákveði vald, gagnvart á valdi atvinnurekandans að ákveða kaup og kjör en eins og ég sagði að í sumulöndum eins og í Bandaríkjunum þá hafa lögreglu yfirvöld og slík verið notuð en hér á Íslandi var nánast fyrir 1930 komin svo hefð að lögreglan hafði ekki afskipti af vinnudeilum
nema þá í algjörum undantekningatilfellum ef að lá við dauðsföllum eða eitthvað slíku. En svona almennt, það var reynt á allra fyrstu árum verkalýðsbaráttunnar að siga lögreglunni en hún var nú oftast svo fáliðuð að það hafði ekkert að segja. Já, ég meina það var gert í Gúttóslagnum fræga, Já, ekki? Gúttóslagurinn er pólitískur, sko. Það er pólitísk barátta. Pólitísk, Já, það ekki er verkalýðsstefnt? bæjarstjórnin sem allar að lækka launin í atvinnubótavinnunni. Já, en þá er þetta nú svona hálfgerð vinnudeila. Já, þetta er kjaradeila, en þetta er pólitísk deila, sko. Og þessum slagsmálin eru við bæjarstjórnarfundin. Bæjarstjórninni tókst ekki að ljúka fundinum. Alveg rétt, já. En og sem sé eins og segir, samtök eru mótvæð við vald eignarréttarins og hins sterka, en það er ekki nóg að hafa bara samtakamáttin og samlýsréttin, það þarf verkfallsréttin og það er bara viðurkennt í vinnurétti, norrænu vinnurétti allavega, að það er bara vopn. Já. Og mér minnir að sænska orðið fyrir verkfallsaðgerðir eða vinnustöðvanir sé bara stríðsaðgerðir. Það er talað það er svona vopna eiginlega orðalag á þessu. Já. Og það er lítið svo á verkbann, atvinnurekenda og verkföll stéttarfélaga eða launafólks séu ígildi hernaðar og þess vegna má bara vera í hernaði þegar friðarskyldan ekki, svo er lengri tími það sem er friðarskylda og sjálfsagt má ef maður verði nú betri í réttasögu þá mætti horfa á þetta sem það var eitthvað sem hét Ólympíufriður eða ekki hérna í fornöld þá mátti ekki drepa menn eða þeir voru á leiðinni til Ólympíuleika eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er, og kirkjufriður, ég meina það er ákveðin hefð fyrir þessu en hérna þetta með lögregluna finnst mér einmitt gaman að lesa meirum en þess að ég nefndi það daginn að þeir mega ekki lögreglan halda eins mikið upp í lögum og rétti og reglu eins og endranær þegar vinnudeilur að ræða og nú er bara svo langt síðan að það hefur verið stór og hattrum verkvöld að ég held að ég vona að lögreglan muni eftir þessu megi sjónum við. Það er spurningin og það er spurning hvort að lögreglustjórar eða sýslumenn sem áður voru séu almennt inn á þessari línu ennþá. Ég man eftir sérstaklega í verkvöldinu 56 þegar Dagsbrún og 17 önnur félög fór í verkvall að þá ætluðu þeir að losa olíuskip upp í Hvalfirði og það var annað verkalýðsfélag í Hvalfirðinum og þeir voru ekki í verkvalli og Guðmundur Jaki segir frá þessu einmitt í sínum endurminningum að dagsbrúnamenn fara upp eftir til þess að stöðva þetta verkfallsbrot í raun og veru en það er búið að smala mönnum til þess að losa olíuskipið og sýslumaðurinn kemur á staðinn að því það stefnir í voða átök en sýslumaðurinn hann tekur þá afstöðu hann segir við þá þarna í Hvalfirðinum nú haldið þið fund og ákveðið og þeir héldu fund og þeir ákveðu að gera samúðar vinnustöðun og þannig að það var ekki landað úr skipinu. Ég gleymdi að fletta því upp hverju sýslumaðurinn var en það var nú oft kannski góðir framsóknarmenn sýslumenn á þeim tíma, ekki bara sjálfstæðismenn en þetta var svona oft reglan að yfirvöld gengu ekki inn í deilunar. Já, og það held ég sér bara mjög verðmett og það er sama í búsáhaldabyltingunni, þá var lögreglan svona, held ég, henni var hrósað með réttu að hún gekk ekki hart fram í að takmarka möguleika fólks á að mótmæla við þessa nema kannski einstökum tilfellum Já, ég meina almennt stóðum sér vel piparúði í garði Alþingishússins piparúði á ljósmyndara sem var alveg freglegt brot fyrst mér og furðulegt að það hafi gengið farið svona Eitt í viðbót langar með að breyta upp á hérna og það eru ólögleg verkvöll skyndiverkvöll skæruverkvöll stundum kölluð þau eru mjög algeng til dæmis í Suður-Evrópu Ítalíu, Frakkland og Spáni og voru kannski sérstaklega og miðust á oft við bara ákveðna vinnustaði hér var þetta nýtt man ég 1942 þá eru reyndar sett lög sem bönnuðu kaupækkanir í miðju stríðinu, það var gríðarleg eftirspurn eftir vinnuafli og það var greinilegt að það var hægt að ná hærri launum en þá setur stjórn sem þá er lög sem bannar kaupækkanir en í staðinn þá breyttust út svona ólögleg verkvöll
og það sem skipti mestu máli voru kannski dagsbrúnamennirnir við höfnina í Reykjavík sem gátu stöðvað bæði löndun á fiski og innflutning á vörum og útflutning á vörum. Var þetta utanþingsstjórnin? Ekki hefði hún þingmenn? Nei, þetta hefur sennilega verið Ólafs Thors stjórnin eða Framsókn og Sjálfstæðisflokkur rétt áður sem að í lok 41 klofnaði þá í Eiðsrófsmálinu. Já, sem að endist svo ekki. En árið 1942 að þá var það þannig að þessi verkvöld, það tókst ekki að sanna að þau voru skipulögð af verkalýðsfélögunum. Vinnulögin var náttúrulega svo ný að það var svona kannski erfitt að fóta sig en endaði með því að hver og einn atvinnurekandi samdi bara 30-40% hærri laun sem hefði ég held að þessi dæmisugunefni frá Suður-Evrópu og þetta á styrjaldarárunum sé merki að ef löggjöfin of óviss, það óvissa hvaða reglur gilda, hvort það í lögum eða svona allsherjar samkomulag eins og í Danmörku eða of þröng, þá brýst þetta út með einhverjum hætti í það sem Dani kallar punktverkvöllum eða setuverkvöllum eða skæruverkvöllum. Þannig að hún þarf að vera passlega rúm þannig að menn hafi löglega möguleika til þess að gæta ekki bara rétta síns fyrir dómi heldur hagsmuna sína með vinnustöðunum. Þannig að ég held að vinnulöggjöfin hér sé það greinilega almennt að góð að það hefur ekki verið sama þörfin á þessu. En ég verð nú að viðurkenna að við settum nú ákveðin bönd á þetta og þar ég hef nú alveg stýrt pennanum. Nú í nýju lögunum? Já, og það að það var sett, ég veit nú bara ekki. Er ekki ólöglegt að fara í verkfall samkvæmt þessum lögum nema að þau séu afleiðing af skipulögðu viðræðum inn hjá ríkissáttasemjara samkvæmt einhverju umræðu áætlun og það sem búið að lýsa því yfir það hef ekki gengið og það eina leiðin til þess að fara í verkfall. Já, það allavega sett aðeins bönd á það en það nú svona meira kannski bara verið að setja þetta í ákveðin farveg en síðan var sett í 19. grein skilgreining á vinnustöðunum að það menn fóru í yfirvinnubann og alls konar hluti og það var kannski umdeilt hvort að það féll undir. Þannig að við byggum bara til skilgreiningu sem náði yfir að allt væri vinnustöðun ef menn gerði eitthvað annað en venjulega. Það er verkbönn og verkvöld þegar launamenn leggja niður venjuleg störf sína einhverju leyti eða öllu leyti í því skyni að ná tilteknu sameiginlegu markmiði. Þannig að menn fara í verkvall sem að kalla vinna eftir reglunum verkvall, að gera allt rosalega hægt og nákvæmt og valda þar með atvinnuvegandunum og viðskiptavinunum tjóni eða óhagræði, að þá það líka verkvall ef það sannast. Og svo var nú annað ákvæði sem að væri þá ekki lengur hægt að fara setja á yfirvinnubann eins og Jú, bara með löglegri ákvörðun. Það bara að gera eftir reglunum annars það ólöglegt. Það þá ákveða það með löglegum hætti og menn hafa farið í alls konar yfirvinnubönn og svona þá ég hafi gefið sín yfir það þá hafa menn farið í verkamannasambandi fór í yfirvinnubann. En völd og staða ríkissáttasemjara, var hún aukin 96 af því að hann nú mikið til umræðu þessa dagana? Já, aðeins klára það var ákvæði aftast í lögunum sem var nú hálflaumulegt en það það var sett inn ábyrgð á stéttarfélögin að ef þau geti ekki sannað nánast að þau væru saklaus þá bæru þau ábyrgð þannig að það var aukin ábyrgð á stéttarfélögin, það var allavega gert tilraun til þess að auka ábyrgð stéttarfélaga á einhverju svona róttæknis elementum utan við höfuðstöðvar félagsins, skiljiði mig. Þannig að skæruverkvöllin 42, hefði þá verið þetta hanga? Já, það var svona reynd að snúa við sönnabyrðinu þannig að það væri þá ein ábyrg forystu stéttarfélag sem væri við völd en bæri líka ábyrgð á einhverjum og bæri raunverulega að berja niður skæruverkvöllin, samkvæmt þessu? Já, allavega svona bæri ákveðna ábyrgð, já, ekki kannski berja niður en svona hafa hömlur því annars bæru þeir líklega og þetta var skaðabótaskylt. Ég verður nú að viðurkenna þetta var gert skaðabótaskylt og það var áréttað með því að setja alveg aftast í lögin ákvæði að ábyrgð samkvæmt 2. málsgrein 8. grein varðar þó ekki sektum. Þannig að það var verið að hnykkja á því, þetta var ekki refsivert, varðar ekki sektum, en þetta varðar skaðabótaskylt. Þetta hefur komið upp svolítið síðustu 20 árin að stundum hafa atvinnurekendur hótað
sem sagt skaðabótakröfu á verkalýðsfélög. Það hefur aldrei gengið eftir. Nei. Það hefur verið samið það í samningagerðinni að mál öll klögumál skuli falla niður slíkt, en þarna hafa atvinnurekendur vopn sem að ég verða að viðurkenna að ég eiginlega samtíð fyrir þá, en sum sé þessin er ég alltaf með samskipið yfir því þessin að verði að viðurkenna ég var alltaf svolítið leiður yfir því að ASÍ og vinstri menn hefði ekki náð einhverju fram að móti, en það mér fannst hægri slagsíð á þessu, en þú spyrðum ríkisáttasemjara. Ég held að staða hans hafi aðeins verið skýrð og þessi viðræða áætlun með stjórn hans á því að allavega toga fram viðræða áætlunin sem mér fannst allavega mjög sniðugt tæki þá og vald hans til að setja fram einhvers konar sameiginlega milljónatillögur sem ég hreinlega man ekki hversu mikið hefur verið en það var mjög umdeilt að setja fram sameiginlega milljónatillögur kannski á mjólkurstarfsmenn og matsveina og einhverja hópa sem töldu sig ekkit vera í sama stríði sko. Þannig að ég held að status hans hafi nú aðeins verið styrtur, já. Og það eru hugmyndir síðan að styrkja það enn frekar og er vísa til fyrirmynda á Norðurlöndunum. Já, hugmyndir að eins og hann hafi meira vald eins og stöðva, fresta vinnustöðun og svona, já, þetta var líka rætt þá sko, það var rætt alveg hvað menn gerðu í Danmörku og hvort menn ætti að taka það upp hér, en ég held að menn er ekki lagt í að sko pólitísera ríkissáttasemjara embætti svona mikið, en þess að styrkur þess hefur náttúrulega fyrst og fremst verið að þar hefur verið yfirleitt óumdeildur, já, oft háskólamaður, eins og held ég bæði Guðlaugur Þorvaldsson og Þórir Einarsson voru, eða lögfræðingar sem að nutu virðingar bæði úr verkalýðshreyfingunni og atvinnurekenda samtökunum. Svo ég nefni nú engin nefn, en þetta voru oft svona, já, virtir og umtildir menn og konur. Torfi Hjartarson sem var náttúrulega sáttasemjari í 40 ár held ég. Og mótaði kannski. Hann var hvað, toppstjóri áður eða hvað? Já. Hann var nú lögfræðingur eða viðskiptafræðingur, kom úr embættismannageiranum, svo komu hann að tveir, Guðlaugur og Þórir, eða ekki, sem voru viðskiptafræðingur og kennarar, háskólakennarar. Ég held að Guðlaugur hafi komið úr háskólakennarar. Já, taka við þessu það búið að móta embætti í raun og veru frá Torfa Hjartarsyni má segja. Já, það er svo sé komin svona nýjar aðferðir í dag. En aftur munurinn held ég sé enn í Danmörku að þar er yfirleitt ekki einhver einn skipaður embættismaður í mörg ár eða áratugi eins og hér, heldur fengin einhver óumdeildur oft hæstaréttardómari eða einhver virtur lögfræðingur. Ég held að ríkissaksóknari í Danmörku hafi tíma verið sko líka ríkissáttasemjari, bara svona ad hoc eða tímabundið. Og þetta voru greinilega svona fjölhæfi menn og konur að þau gengdu þessu svona samhliða eða í hléum sko. Já, og svo er náttúrulega til alls konar tilbrigði við þetta að ríkissáttasemjari tekur sér aðstóðarmenn eða það eru skipaðir sérstækir sáttasemjarar í ákveðnum deilum. Í verkvallinu 55 stóra dagsbrúnar og verkvalli og annara félaga þá var hreinlega sett í ríkið sáttanemnd sem að fundaði mjög stíft og verkvalli leystist ekki fyrir en að ríkisvaldið gekk inn í deiluna og samdi þar á meðal annars það var sem sagt atvinnuleysistryggingarnar komið þá fyrst til. Já, spætur voru ekki til fyrir 1956. Og margar réttarbætur, ég held að ungt fólk gleymi því stundum að allflestar eða allar réttarbætur launafólks og jafnvel öryrkja og neytenda sko hafa komið í gegnum þessa verkalýðsbaráttu. Þannig að það bæði fæðingarólof og atvinnuleysistryggingar og annað, eins og þið eru nú duglega að minna á hér á samstöðunni. Launað sumarleyfi, launaðu veikitaréttur. Bara vinnutíma reglur. Það er ekki fyrir en ESB kom til og hjálpaði bæði umhverfi og neytendum og launafólki að það kom svona bandamaður í þetta. Það er rétt og nú er tilhneigingin svo að ríkisstjórnirnar eru stikkfrí. Halda sér höndum og komast upp með það. Já, þau koma nú oft með einhverja pakka í lokinu, eða ekki? Jú, en miklu minna heldur en áður var, sko. Og jú, reyndar í síðustu samningum fyrir 3 árum, þá komur ríkisvaldið inn, en meira og minna með hluti sem það voru búnir að setja jafnvel í fjárlög.
Ég verði nú að viðurkenna koma það með þess að því núna, það ég má skjóta inn, það koma með þess að núna og kynna sko verðbætur út af verðbólgu sem aðgerðir. Það þeir hafa hækkað sko persónuafsláttinn til þess að það heldist í við verðbólgu, það kynnaðu sem sérstaklega aðgerð. Já, og kannski einhver kosningalofur sem eru ynd af hendi í samningum, en mér finnst mjög skrítið með hvað verkalýðshreyfingin hefur styrst undanfærin misseri með fórustu fólki Vaffer og Eflinga fyrst og fremst. Mér finnst mjög skrítið að það skulle ekki hafa verið sett meira á oddinn og láti bara sverfa til stáls að bæta úr þessum húsnæðismálum. Það er búið að tala um þetta í mörg ár, en bæði réttastaða sko leigjenda sem ég hef nú svona kannað svolítið með samtökum leigjenda til dæmis og bara staða ungs fólks á húsnæðismarkaði. Ég bara skil ekki af hverju það er ekki löngu búið að setja þetta á oddinn frekar en einhverja launaflokka hér og þar sko. Má ég þá spyrja nú barðist launafólk fyrir því að fá verkfallsrétt og samningsrétt og tók áratugi og niðurstaðan er það að það er búin til leikreglu til að halda utan um það. Ég held að ef að hort tilbaka út á ójafnvægin á markaðnum þar sem að fyrirtækjaeigandinn hefur sko afgerandi betri og sterkari stöðu heldur en hver launamaður, að þá sé það eiginlega grundvöldu þess að það sé eitthvað réttlæti á þessum markaði, vinnumarkaði, að hafa kerfið svona. Mætti ég kannski spyrja öðruvísi, af hverju var það ekki svo að reynslan af þessu, sem almennt held ég að sé þannig góð, var ekki flutt yfir á til dæmis á leigumarkaðin? þar sem að leigjendur hafi heimil til þess að hafa félög og séu sameiginlega með samningsrétt verð og leigu. Já, ég meina það liggja fyrir allavega drög að tillögum sem að ég hef hjálpað samtöku leigjenda við að semja sem að minnir á þetta. Það er allavega 2 útgáfur, held ég við höfum kallað norsku og sænsku leiðina, en mér finnst þetta náttúrulega alveg innbúðin. Ég held að ástæðan fyrir þetta verið ekki verið gert er að það er ekki svona þjóðfélagslega átök sem verða á leigumarkaði eins og á vinnumarkaði. Ég kannski að verða núna því það er náttúrulega verða ég líka verið að segja að eðlisbreyting á húsnæðismarkaðnum eftir hrun, þar sem að leigjendum hefur fjölgað gríðarlega og það eru miklu stærri hópar núna sem hafa engar leiðir til þess að eignast húsnæði heldur var áður. Já, en sko ef að atvinnulífi stöðvast eins og kannski gerist að einhverju leyti á næstu dögum, það menn fer að skorta, hvað var það, matvörur og bensín, eldsneyti, þá bara fara allir á taugum, bæði atvinnureikendur og venlegt fólk sem er kannski ekki tryggðið að verkefnisbarátta annars, þannig að þá skapast þrýstingur. En þegar einhver á ekki fyrir leigunni sinni eða er hent út á götu þá finna ekki aðri fyrir því. Leiguverkfall væri þannig að leigjandi myndi hætta að borga eða borga inn á reikningi á lögmanni til dæmis og þannig að leigusalli fengið ekki og verkfalli snýstu það. Þannig að farið í leiguverkfall út allan heim. Við erum að segja frá stúdentum í Manchester sem er í þessu, það er fólk í Katalóníu sem er í leiguverkfalli, það var fólk í Los Angeles sem var að sigra sitt leiguverkfall núna daginn. Það getur vel verið að Íslendingar hafi þroska til þess að fara í svona, en ég minni þá á það sem við fórum yfir áðan að það tók sennilega ekki heldur áratugi að ná fram viðurkenningu á samnings- og verkfallsrétti launafólks og ég veit ekkert hvort að fólk á Íslandi hefur þol gæði til þess að fara í svona baráttu en þess að lögin eru þetta löguð ennþá að mestuleyti að rétti hinna sterku og ríku, menna bæði innheimtulög og aðfaralög og útburður og annað, dráttarvextir og annað, það er minna passað upp á hagsmuni neytenda nema það sem ESB hefur komið á og enn minna á hagsmuni leigjenda og svona venlegs fólks. Má ég skjóta inn einni svona þessu tengt? Í Frakklandi eru verkalýðsfélög núna eða voru í 2 daga verkfalli og miklu mótmálagöngum. Þannig deilt það eins og hér, hvað eru margir í mótmælunum, að verkfallsfólk sagði að það hefði verið 500.000 á götum Parísarborgar en lögreglan sagði að það hefði verið 60.000. Það munar svolítið miklu. Það svolítið mikið. Það voru hinni bara í göngutúr. Það er svona eins og mokkin og þjóðvilja. En þetta er talin vera stæðstu mótmæli síðan 2010 og mikil samstaða hjá fólki. Nú ætla ég ekki að spyrja efnislega hvort að frakkar eigi að hækka eftirlaunaldurinn eða ekki. Mætti íslensk verkalýðshreyfing fara í verkfall til að knýja á bætur í almannatryggingum, í húsnæðismálum, í heilbrigðismálum eða einhver svona grunnatriðum sem að frönsk verkalýðshreyfing beiti sér mjög í með verkföllum og svona aðgerðum?
ef að lögum er ekki breytt, þessi lög hafa nú verið óbreytt frá held ég bara 38, 17. grein vinnulöggjafarinnar, þá væri það sennilega talið ólögmætt af félagsdómi ef að verkfall er boðað eingöngu til þess að heimta, hvað sagðirðu, betri eftirlaun, betra sjúkrahús, betri vegi, eitthvað sem stjórnarvöldin eiga að framkvæma eða ekki framkvæma, það er orðað þannig í lögunum. Dæmi úr því sem almenningur Íslandi er að gera kröfu bætt heilbrigðiskerfi, bætt húsnæðiskerfi. Það allavega kæmi leið sennilega málsókn frá samtökum atvinnulífsins að þessi vinnustöðin væri ólögleg af því að hún beindist eingöngu að ríkisstjórninni og Alþingi, svo tækist menn á það, en sennilega myndi verkalýðshreyfingin þá eins og ofta áður sjá við þessu og hafa verkfallið út af öðru líka. Þannig að það væri svona undirskilið, það væri líka út af lífeyrisréttinum eða heilbrigðiskerfinu, en formi til væri þetta kjörin og eitthvað sem væri í kjarasamningnum. Já, það væri sem sagt kröfurnar beindust gegn atvinnurekendum, en svo væri svona fyrir aftan að ef ríkisvaldi kæmi og lagaði þetta og þetta og þetta, þá væri svona hægt að lögmennir, ef þetta færi fyrir dóm, þá myndu þeir takast á sönnun það að hverju beinist verkfallið aðalega eða eingöngu. Það er oft deilt bæðum sönnun. Þá spyr ég sagnfræðinginn, hefur íslensk verkalýðshreyfing farið í svona aðgerðir sem að beinast raunverulega að hvað við segja, svona uppbyggingu velferðarkerfisins frekar heldur en kaup og kjörum? Ekki nema óbeint eins og Gísli nefnir, sko. Það hefur í stóru samflotunum sem verða til upp á 1950-60 að ASÍ verður sem sagt svona samnefnari fyrir samninga fjölmargra félaga og sambanda, að þá var alltaf hluti af kröfugerðinni var pólitískur. Það voru, uppbygging húsnæðismála eins og Breiðholtið og félagslegt húsnæði út allt land, bætur, atvinnuleysistryggingarnar 55 í stóra verkfallinu þá, koma svo árið eftir og ýmislegt fleira, bætt orlof og fleira sem eru sett inn í lög og þannig það hefur alltaf verið, auðvitað er verkalýðshreyfingin alltaf pólitísk og verður það alltaf og einu skorðurnar eru þessar að lögin ger ekki ráð fyrir því að verkalýðsfélag geti farið í verkfall hjá atvinnurekendum til þess að knýja þetta eingöngu fram. En núna þegar verkalýðshreyfingin er ekki svona samstíga eins og hún hefur verið, að þá er eins og þessar kröfur hafi svona svolítið dottið niður. Það er bara hver og einn að semja fyrir sig og jafnvel þó að mörg félög eins og nánast allt starfsgreinasambandið semur saman, að þá er eins og allar aðrar kröfur eru bara, þeim er sópað út af borðinu. Verslunamann, iðnaðarmenn og allir fara inn í þetta, en þessar svona félagslegu kröfur að þær verða einhvern veginn út undan. Hvenær var verkalýðshreyfingin samstæðari en núna, segirðu? Hún var það nú yfirleitt bara frá 50 til 90 og ASÍ Akkur segir 90? Nei, ég veit ekki hvort þetta segja meira af því að það kemur alltaf þjóðarsáttin 1989 og upp úr því, er ríkisvaldið alltaf hluti af öllum samningum sem eru gerðir og það eru þessi félagsmálapakkar. Það eru endurbætur á skattalöggjöfinni, það er breytingar á hinn á þessu sem að koma alltaf inn í tengslum við samninga. Svo má líka segja að þessi síðustu 40 ár, eða 30 ár síðan þú sagði 90 að þá er náttúrulega búið að vera mótast líka verkfallsréttur og samningsréttur og opinberra starfsmanna. Þeir voru náttúrulega bara alveg til hliðar. Lengi var bara refsivert að fara í verkfall ef maður opinber starfsmaður. Svo var svona smám saman verið að skammta meiri og meiri verkfallsrétt, svona flestum. Þó hann veri ekki kannski mjög praktískur öllum tilvikum og stundum mjög takmarkar eins og í heilbrigðisstéttum. Og þá var stundum látið reyna á það á tímanum þegar opinberir starfsmenn eru að fá verkfallsréttinn og eru fyrst að byrja að nota hann, að þá eru oft svona mál sem að tengjast á lögfræði og sífellt verið að kæra fram og tilbaka. Já, og það þarf alltaf einhver fordæmi, en til dæmis get ég nefnt eitt að opinberir starfsmenn heldur lengi að þeir mætti ekki fara í tímabundin verkfall, þeir eru að fara í ótímabundin verkfall sem eru þetta mjög afdrifaríkt og dýrt ef þeir alltaf kosta eitthvað úr verkfallssjóðum. Svo þegar ég kom handa til starfa hjá BHM þá sá ég ekki til lögun sem bannaði tímabundin og ég hjálpaði held ég fréttamönnum og háskólakennurum og jafnvel fleirum að fara í svoleiðis verkfall og þau voru mjög gagnleg, hvað sé frá sjónarhóli launafólksins að þá var bara þetta að fara í verkfall akkurat á próftíma hjá háskólakennurum, mjög ódýrt en virt. Það stórbötnuðu kjör,
margra stétta á þessum árum af því að menn fóru í annars konar aðferðir og það er aukist mjög, þannig að talandi að sko verkalýðshreyfingin standi saman, hún hefur líka orðið breiðari ef að ASÍ loksins er farið að viðurkenna sko BSRB og BHM og jafnvel stórfélög utan þessara bandalaga, kennara sem svona bandamenn í stærstu atriðun og þá kannski væri slagkrafturinn meiri, þannig ég held að sóknarfærin og sé nú töluvert í félagslegum ábyggilegt, já. Það er eitt sem ég langar að koma inn á í viðbót í sambandi við lögfræði og kannski lögin stéttarfélög og það eru svona þessi gula verkalýðshreyfing sem stundum er kölluð, það að segja það eru verkalýðsfélög sem eru hliðholl atvinnurekendum eða jafnvel beinlínis stofnuð af atvinnurekendum. Þessi félög hafa náð hljómgrunni eða náð útbreiðslu mjög víða og eru algeng í mörgum löndum og nú síðast þá hafa þau sótt fram á Norðurlöndunum líka. Og hér. Og nú nýlega byrjað að stofna svona, það hafa reyndað að verið svona neðanjarðar svolítið, en flugfélagið Play, það stofnaði svona hágult verkalýðsfélag. Í hvað heita það aftur? Ég held að það heiti ekki neitt. Jú, FF eitthvað. Já. En það var félag sem að hafi verið til áður, þeir endurreistu það og raunverulega var samningurum við það, var eiginlega forsenda af hlutafjárútboði félagsins, að þeir væru þarna með samninga sem væru ódýrari. Miklu lægri en ég er nú hissa á að verkalýðshreyfingin hafi látið þetta viðgangast, þannig að ég man eftir hörðum deilum í Danmörku fyrir, þegar ég bjó þar eiginlega, að þá var einhver strætóbílstjóri sem vildi ekki vera í skyldumbundnu aðildarfélagi, sko, og það fór alveg upp í Hæstarétt. Mér minni nú að hann hafi nú unnið málið að lokum en stéttarfélögin bara nánast lögðu niður störf eða fóru í ólöglega vinnustöðvanir að því að einhver örfáur vildi ekki verið í þeirra félagi og stundum vilja menn verið í einhver öðru félagi en það er harðbannað samkvæmt vinnulöggjöfinni og það er alveg óbreytt frá 38 að reyna að hafa áhrif á stjórnmálaskoðanir launafólks eða verkamanna sinna afstöðu þeirra og afskipti af stéttar eða stjórnmálafélögum. Þannig að það má ekki þrýsta á, hóta, múta mönnum til þess að hafa einhver aðra skoðanir hafa, hvorki í pólitík né í stéttarfélagsmálum og það er þá bara sönnunaratriði að sko hanga menn að þessu en ég skil ekki hvernig Play eða aðrir hafa komist upp með það. Það er svolítið sérstætt sko að til dæmis ef að flugfreyjur hjá Play myndu vilja ganga í flugfreyjufélag Íslands eða flugmenn ganga í alvöru verkalýðsfélag þá gæti atvinnurekendur ekki látið að bitna á þeim. Þeir gætu ekki rekið á fyrir það. Og krafist þess að fá kjör. En atvinnurekendur hafa kannski aðra leiðir til þess og krafist þess að fá kjör samkvæmt því. Já. En þetta var náttúrulega sérstakt mál vegna þess að þetta félag hafði verið til og það var 2 ára gamalt þannig að það var ekki alveg augljóst að sko aðstæðendur Play hefðu sko stofnað það en það vissu það allir. Og þetta var eftir fall Vá, þetta var inn í miðju COVID, það sem var gríðalegt bara atvinnuleysi og atvinnuóöryggi meðal flugmanna og flugliða og þeim tókst einhvern veginn að gera þetta þá í skjóli svona bara aðstæðna í samfélaginu. Reyndað með miklu mótmæli að Drífa sem að þá var forseti ASÍ, hún andmælti þessu mikið og skrifaði mikið gegn Vá. Já, ég man eftir því núna. Og svo var deilt á hana fyrir það. Já, en hún var á móti flugsamgöngum. Já. Það mætti þá kannski bara skerpa á þessari löggjöf en þessu er oft verið beitt fyrir bæði utan og innan réttar sko að þessu ákvæði. En menn reyna að misbeita atvinnurekendavaldinu með þessum hætti. Já. Ef við má taka orð sem í umræðinni núna, verkbönn. Hvað er það? Eru þau venduð í? Já, verkbönn eru bara hin hliðin á þessu, það eru vinnustöðvanir sem að atvinnurekendur ákveða og svo ég taki aftur þetta dæmi ef að vélstjórar á Herjólfi færi í verkfall þannig að Herjólfur stöðvaðist þá þyrftu atvinnurekendur hver sem rekur Herjólf ekki Vegagerðin eða eitthvað þyrftu áfram að greiða sko Britum og hverju það eru þarna, stýrimönnum og öðrum laun
en til þess að takmarka það og fara í svona gagnarost þá mega þeir setja verkbann í staðin á stýrimenn og aðra þannig að það fari bara allir í vinnustöðun en vinnustöðvanir á Íslandi eru nú frekar fátíðar, svo séu bara fátíðar en til dæmis í Danmörku en ég hef ekki neina statistík um það. Hvað segir sagfræðingurinn? Verkbann? Já, með verkbann, það er mjög sjaldgæft. Það er svo sjaldgæft mjög sjaldgæft á Íslandi að það er valla að maður hefði nokkuð stað tekið eftir því. Og lengi vel var nú talið held ég að var samt einhvern tímann eins og nefnum í sambandi við sjómenn. Já. Var notað, hvort að yfirmenn fór í verkfall og þá var sett verkbann á undirmenn. En það kannski reyndi minna á það, ég held bara möguleikin á því að það kæmi til verkbanns hafi kannski leitt til þess leikjafræðilega að stéttarfélög kannski fóru ekki í svona þröng verkföll, því þá vissu það kæmi verkbann, þannig að stundum er nóga möguleiki sér fyrir hendi, en mér minnir að lengi vel hafi verið talið að opinberir atvinnurekendur gætu ekki farið í verkbann, en ég man reynilega ekki hvort þessu var breytt fyrir nokkrum árum. Nú, raunverulega er þetta ekki aktúelt mál í dag, því að nú fer Efling í verkfall, herbyggisternur og hótelum, það er ólíklegt að fólki á skrifstofunni sé sett í verkbann, það sama með oljuflutningamennina eða flutningamenn í samskip að samskip fara að setja hafnaverkamennina í verkfall, það er einhvern veginn ekki að sjá það fyrir sér, þetta sé svona aðkallandi umhugsunarefni. Ég sé minna raunhæft en var oft áður. En ef við tölum Eflingar, deilu Eflingar og samtök atvinnulífsins, þú talaðir að nú kærði samtök atvinnulífsins verkfallið til Félagsdóms. Hvað viltu dæma í því máli? Hvað segir þetta aftur? Það kærðu verkfallið á Íslandshótelum til Félagsdóms. Og ég hef nú bara ekki náð að lesa fréttir það, er það ekki bara eitthvað sem gerist í gær eða eitthvað? Nei, það gerði það bara fyrir... En það kom aldrei fram neitt rökstuðningur fyrir því? Nei, mér minnir að sé út af þessu, allavega fannst mér Sólveig Anna vera að halda því einhverstað fram að þeirra rök væru fáránlega að því að þau væru bara einhverja framsetta ólöglega miðlunartillögu. Já. En ég bjóst út af friðarskyldu. Það væri í raun ekki út af fámenninu eða slíku. En ég hef ekki séð fréttir þetta nógu nákvæmlega, þannig ég hef ekki. En þetta er mörg spennandi mál heldur betur í gangi núna fyrir kannski lögfræðing eins og þig að sjá hvað verður Já, ég er svo sem bara áhorfandi þessu og nú kom frávísun frá vinnumarkaðsráðherra í morgun held ég. Vildi ekki taka stjórnsýslukæruna. En það var ekki, mér finnst það nú skemmtilegt að hann taldi, ef ég skildi fréttina rétt, ég hef ekki lesið úrskurðinn, en það var ekki að því að það væri ekki kæruheimild, heldur að því að þetta væri ekki stjórnvaldsákvörðun. Ég er reyndar ósammála því líka, en nú lætur Efling reyna á miðlunartillöguna fyrir dómi með tvennum hætti, bæði í aðfaramálinu félagaskrána og í sjálfstæðri málsókn til ógildingar á miðlunartillöguna. Þannig að þeir eru með öflugan lögmenn og veitir ekki af. En felst í þessu með því að vinnumarkaðsmálaráðuneytið vísar svo frá með þessum hætti að þessu ekki hafna því að þetta tilheyri þeim, að þetta sé hægt að senda stjórnsýslu kærur vegna ákvarðana ríkissáttasemjara. Að þetta sé ekki sjálfstætt embætti. Já, nú hef ég ekki lesið úrskurinn, en ef það kemur ekki líka fram að það sé líka af þeirri ástæðu þá er kannski óbein viðurkenning í því, en allavega svo fyrirsögn sem ég heyrði í morgun bara var að þetta væri að því að þetta væri ekki stjórnsýslu ákvörðun. Þetta er svona annars konar stjórnaráttun, mér finnst þetta nú frekar langsóttur rök. Ég bjóst nú alveg við að vinnumarkaðsráðherrann og ríkisstjórnin myndu bara ákveða að taka þessu fagnandi og fella þetta úr gildi og slökkva þennan eld frekar en að blása glæðum í hann. Það verið pólitískt klókara á þínum ári. Það hefur verið, klókara, Það verið róttæku miðjumönnum sem er hlutverk sem að Gísli bregður sér í millir þess að hann er lögmaður. Hinn horfni róttæki hluti Framsóknarflokksins. Já, það er gott að séu einhverjir fulltrúar hans ennþá í samfélaginu. Já, ég löngu gengir úr Framsókn eða Framsókn gengir úr mér en ég kallaði mig stundum í gríni Framsókn að koma því ég var svona róttækur eða vinstri sinnaður félagshyggjumæður og hélt allavega lengi vel að þessi landsbyggðarflokkur sem ég svona ólst að einhverju litu upp í að hann væri félagshyggjuflokkur en það reyndist nú þegar fram í sótti ekki alveg rétt. En Sigurður, eru við búin að ná svona einhverju mynd af lögfræðinni í kringum? Ég held að við séum allavega búinir að
velt upp mörgum spurningum hérna með Gísla og fá svona viðhorfin og lögfræðin nú auðvitað að hluta til hugvísindagrein. Þannig að algjörlega, hún er ekkert að hluta, hún er bara hún er ekki nein raunvísindíni held ég. Nei, það er gott. Þannig að skoðanir, túlkanir og mannleg viðbrögð skipta þetta máli og við sjáum það hér. Og mitt í þessari deilu eflingar, það sem er mikið lögfræði fár, má segja, og margt spennandi að gerast. En þetta er svo njála. Þetta hefur verið mjög gagnlegt að fara yfir þessa hluti með Gísla hérna. Já, vonandi hafið þið fengið einhver svör líka. Þess að sumir lögfræðingar þóra að svara þó að sé stundum með fyrirvara, sko. Herðu Gísli, ég þakka þér kærlega fyrir komuna og hlustundu fyrir að staldra við hjá okkur og Sigurði að koma hingað. Við sjáumst nú aftur á næsta sunnudag, Sigurður. Já. Þá með annan gest. En við segjum þetta gott í bili og óskum ykkur góðra helgar. Takk fyrir mig.